Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og næst höfum við fengið til okkar Marínu og Mikael. Verið velkomin til okkar. Takk fyrir. Segðu mér aðeins Marína, við þekkjum þið nú aðeins hérna, varst hérna lengi á Akureyri að tónlistast, ef að það er einu svona orð. Jú. Já, alveg. Hvað er búið að drífa á þína daga núna undanförnu í tónlistinni? Herðu, ansi margt, myndi ég segja. Ég var að útskrifast úr konservatóríunni í Amsterdam, kláraði þar í maí. Og eiginlega fór bara þetta ár í undirbúa það, eða þú veist vorið, og síðan erum við búin að vinna hörðum höndum að nýrri plötu sem er að koma út núna í ágúst. Og hvernig lágu leiðir ykkar saman? Ég er líka að læra út í Amsterdam og þá svona kynnist maður öllum Íslendingunum, það við erum 6. Og já, ég heyrði Marínu syngja og við ákveðum að spila 2014 er það ekki, jólin og bara síðan þá erum við búin að vinna í nokkrum verkefnum og síðan nýjasta verkefnið okkar sem við tókum upp á plötu í Sundlauginni. Já. Tóku upp á plötu í Sundlauginni? Sundlaugin í Mosfellsbæ. Já. Þetta er sérst hljóðver sem er gamla Sundlaugin í Mosfellsbæ. Já. Þetta er svona Sigurósastúdíóið, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Já. Næs. Og þið ætlaði aðeins að vera að spila helgina? Jú, stemmir. Við verðum á R5 í kvöld og annað kvöld, klukkan 10 í kvöld, klukkan 11 annað kvöld og svo ætlum við að vera á stóra sviðinu annað kvöld, laugardagskvöld, klukkan 9. Og myndum við lýsa tónlistinni? Erum við að tala um jazz, cozy eða hvað? Hvernig á að lýsa? Já, hvað er það að segja? Já, þetta er ágætislýsing. Já, jazz cozy. Jazz cozy. Já, en þetta er sem sagt jazzlög sem við tökum en svona útsetningarnar eru dálítið frá tónlistinni sem við hlustuðum á í æsku sem er rosa mikið, þú veist, dægurlög en líka singer-songwriter lög og þannig að við svona tvinnum þessu saman einhvern veginn. Og eru það að semja sem sagt þá lögin? Nei, þetta eru sérst bara gömul jazzlög og við bara útsettum þau alveg upp á nýtt. Mikael sérst á heiðurinn að útsetningunum og ég samdi nýja íslenska texta við öll lögin, þannig að þetta er í rauninni gömul lög en í bara fullkomlega nýjum búningi. Er ekki bara málið að hætta að reyna að lýsa þessu og fá okkur til þess að taka nokkra tóna fyrir okkur? Jú, endilega. Held að það sé bara málið. Hvað ætlum að fá að heyra? Við ætlum að taka útsetningu af Take the A-Train sem heitir á íslensku Klikk. Og já, eins og ég segi, Mikael útsetninguna og ég samdi textan. Mig auma ég alveg búin að missa vitið. Klikkiti, 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 klikkar ég eða svona mestu. Ég finn að ég er nálægt því að missa vitið. Kannski dag einn gæti kannski lagast, það er víst síst vil ég vera afbrigðileg. Þar til dagur sá mætir heimadyrum, rembist ég við að sætta mig við að vera ég. Ég ræðst á gólfið mitt með moppunni því ég er snyrtipinni. Svo finnst mér frekar skítt að fara í eitthvað hvítt. Það endar aldrei vel, verandi brussan sem ég er. Mitt helsta lífsins markmið er að flektast verði útlitið, engar huggur að sjá. Reyni sem mest ég má að fela það hvað ég er mikill klaufi. Ég reyni að hafa allt í réttri röð, gangi takt við tónlist, rauð og krumpuð blöð. Til geðlæknis það geitt var ég skikkuð. Það sagði við mig þó var alveg klikkuð, svo ég sagði takk og vertu bless. Núna er það opinbert, ég er skrítin, gölluð og þvers. Ó, ekki einleikið er að vera eins og ég er.
mig auma. Ég alveg búin að missa vitið? Og klikk, eða svona mestur? Ég finn að ég nálægt því að missa vitið. Kannski dag eitt gæti kannski lagast, það víst síst vil ég vera afbrigðileg. Þar til dagur sá mætir heim að dyrum. Guð hjálpi mínu skrýtna haus, hann verður að hemja annars fjandi laus. Ég hætti núna lúður hljóð mín raust, nei þetta gengur ekki endalaust. Æi, hví ég eins og ég Fui